Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta geti vaxið og dafnað er nauðsynlegt að vera með góða stuðningsaðila á kantinum. Netto er einn af samstarfsaðilum hlaðvarpsins og ég get ekki lýst í hvaða er þægilegt að versla í appinu þeirra og fá sent heim að dyrum. Ég mæli svo sannarlega með því fyrir önnum kafifólk. Þessi þáttur er einnig í boði Unbroken. Unbroken er náttúruleg orka í freyðitöflu sem er unnin úr vatnsrofnum laxapróteinum. Líkaminn okkar, hann eyðir litlum sem engum tíma og orku í að melta því að þetta er svona formelt og það gerur okkur kleift að hefja endurheimt bara strax eftir inntöku. Ég er mun duglegri að mun eftir því að drekka nóg vatn og mér finnst þetta alveg ómissandi á sundlega bakkanum þegar ég er að kenna ungbarnasund í 5 klukkustundir en Unbroken fæst einmitt í heilsuhillum Netto. Gestur minn í dag er hann Snorri Magnússon sem er þroskaþjálfi, íþróttakennari og einn vinsælasti ungbarnasundkennari landsins. Vertu velkomin, Snorri. Takk að þið fyrir þetta, flott kynningjörn. Það er nú svolítið skemmtilegt að við Snorri erum nú búin að þekkjast í ansi mörg ár. Ég datt inn í stjórn Busla sem er félag ungbarnasundkennara bara 2005 eða 2006, bara leið og ég byrjaði að kenna. Við erum búin að vera saman í stjórn síðan þá og þú varst formaður þarna alveg í 20 ár eða eitthvað. Jú. Og svo fekk ég þann heiður að taka við af þér, búin að vera síðan 2019. Já, ég man nú kannski eftir aðeins sér, varst ekki með ykkur börn saman í sundu? Reyndar, það er rétt. Ég byrjaði með elstu mína sem verður 20 núna. Já. Þannig að já, 20 ár síðan ég kynntist þér fyrst. Þú komst á Laugarvatn líka. Þegar ég var þar í náminu, varst að kynna ungbarnasundmanni. Gerði það í ykkur tíma. Já. En fyrir þá sem ekki þekkja Snorra Magnússon, hver er Snorri? Heyrðu, ég er bara kall sem komin á 70 aldur. Það var eiginlega að segja það að ég er fæddur á Skaganum og svona það sem að stendur upp úr þar er að ég lærði að synda þegar ég var 9 ára. Og mér fannst það alveg rosalega sigur og síðan hef ég bara verið kenndur við sundlaug það sem eftir er. Selurinn Snorri. Bara frá þeim tíma sko. Ég fæddi 1960 og ég er bara búin að vera kannski 320 til 50 daga ári. Vá, í vatni. Já. Það er aldeilis. Þannig að já, ég hef tengt sundið á margan hátt. Ég hef þjálfað sund, ég æfði sund, ég hef kennt sund, áður en ég fór í íþróttakennaraskólann. Nú, ég þjálfaði meðal annars Akurnesinga, ég þjálfaði Vestmanninga, Ármenninga, ég var hérna í námi í Stór-Reykjavík í Þroskaþjálfarskólanum. En svo fór ég í íþróttakennaraskólann og lokaríkjarinn úr skólanum var ungbarnasund. Ég fékk svolítið gott fyrir þá ríkjarð og hér því að ég myndi vilja prófa að byrja með ungbarnasund á Íslandi. Það var ekki boðið upp á neitt svona ungbarnasund fyrir almenning á þeim tíma. Það voru bæði íþróttakennarar og sjúkraþjálfarar að vinna sem með börn í vatni sem meðferðarform. En ég vildi byrja með kornabörn og bjóða öllum. Já. Hvar fékkstu allar upplýsingarnar eins og fyrir ritgerðina þegar nú var ekkert mikið af upplýsingum ungbarnasund á þessum tíma? Það var mjög erfitt að nálgast upplýsingar. Ég var reyndar snattur í Svíþjóð, var þar í 2 sumur, vinna einmitt á svona heimil fyrir þroskahamlaða og þar rakst ég á blað þar sem er að tala um ungbarnasund og þetta ég hafði bara aldrei heyrt um þetta og þetta kveikti áhuga minn og ég vildi reynda að kynna mér þetta meira en það var ekki þetta að googla neitt eða
Nei. bara netið neitt á þeim tíma, þetta var kringum 1980. Þannig að ég reyndi bara svona í róleitum að Ester Hjartardóttir, íþróttakennari, hún hafði verið að vinna með alveg eldri börn, kannski börn í kringum 1 árs og upp úr. Og hún átti bækur. Ég reyndi að panta bækur líka. Og þetta var reyndar mjög einfalt allt saman og þó þetta hafi verið svolítið mikið fyrir mann að lesa og upplifa þá, þegar maður horfði tilbaka þá var þetta bara svona mjög léttvægt allt saman. Og þú byrjaði svo með þína eigin dætur? Já, eftir að ég útskrifast úr íþróttakennaraskólanum 1988 þá langaði mig til að bjóða upp á sund og talaði svona með fólk svona í kringum mig sem var á seinni hluta meðgöngu eða nýbúin að eignast börn. Það var bara eitt stórt nei hjá öllum, bara eftir eitthvað skrítið. Og þetta þekktist ekkert og þó að einhverja sögur gengum það að þetta væri gott fyrir börn, þá hafði enginn heyrt af þeim sögunum, bara við sem vorum svona í sundinu, sko. Við hvað var fólk hrætt, heldurðu? Já, fólk var ekkert að þvælast með börn í einhverjum almenn sundlaugum eða í laugum almennt, það var sett í bað og En ég segi reyndar að sá sem byrjaði með ungbarnasundi hérna á Íslandi var náttúrulega Halldór Laxness. Hann skrifaði Sjálfstætt fólk 1935. Hann gaf það út 35 en var út í Ameríku þegar hann skrifaði hann. En þá var einmitt tekin kvikmynda af sundreflexum hjá kornabörnum. Hann setti þetta inn í bókina sína. Þannig að hann vissi að þessu 1934 að var að vinna með börnum í vatni. Já, það er merkilegt. Þannig að sagan er náttúrulega svolítið gömul hérna á Íslandið því að í löndunum kringum okkur, Noregi og Svíþjóð, þá var verið að byrja kringum 1978 og 79 og Finnlandi aðeins seinna. Það var alveg vitað það var svona áhugavert fyrir þá sem að voru mikið í vatni og tengdi vatni sko. Ég kalla þetta svona vatnafjölskylduna. Sko fyrir þá sem er að hlusta og kannski þekkja bara ekki til ungbarnasunds, þá er náttúrulega skilgreiningin að þetta er bara örfun í vatni fyrir börn á aldrinu 0 til 2 ára. Já. En hvernig skilgreinir þú sjálfur ungbarnasund? Sko ég tala þennan aldur 0 til 2 ára af því að skilgreining á ungbörnum eru börn sem eru þessum aldri. Eftir 2 ára aldurinn þá tala smábörn og svo áfram en yngri börnum er skipt reynda niður í hvítvoga, það er svona talað það. Kornabörn, þessi börn sem eru þá yngri en 6 mánaða og kenningin var svo að það væri langt best að byrja með börnum í ungbarnasundi yngri en 6 mánaða því að það eru ákveðnir reflexar sem börnin fæðast með og þeir reflexar eru kringum 16-17 talsins að þessum reflexar dvína upp úr 6, 7, 8, 9, 10 mánaða aldrin. Það voru talað gripireflexin og gangureflexin og meðal annars það sem við talaðum sund eða kafreflexin og það var kenningin eftir að rannsókn á sænskum barnalækni að þetta væri óhætt að stunda ungbarnasund með börnum á þessum aldri svo framalega sem byrjaði með börnin yngri en 6 mánaða. Seinni tíma rannsóknir sína fram á það að það er hægt að byrja bæði mun seinna og það er hægt að kaffara börn á þess að þeim svelgist á eða stafi hætta af miklu seinna. Tala bara þessi kafreflex eða barkalúkureflex en hann var alveg til 8-9 ára aldur en ekki mánaða. Og svo náttúrulega erfitt að gera rannsóknir á
þessu, því að þú stingur ekkert bara börnum í kaf til þess að rannsaka hversu lengi þau geta haldið þessi randana. Það er algjörlega bannað þetta. Einmitt, þannig að þetta er ekkert hægt að gera svona rannsóknir. En hún til? Já. Rússlandi fyrir einhver tíma? Nei, var það ekki? Þessi Íslendingur sem já, súrannsókn, já. Hún sýnir þetta alveg svart það er alveg rétt. Var... Og hún var ekki byrt af því hún þótti gölluð af því að 11 mánaða gamalt barn sýndi þessi sterku viðbröð að apnea eða barkalóku reflexin, hann virkaði, barni lendi í apnea, gæti ekki anda að sér að frá sér í ákveðin tíma og það þótti galli á þessari rannsókn. Já, þetta er rannsókn sem Jón Júlíusson gerði í Noregi. Já, ásamt 2 öðrum. Já. Og ég er búin að láta að leita að þessari rannsókn, ég ána reyndar, en hún finnst ekki í Írtaháskólanum í Noregi. Það er annar mál, en þessi er rannsókn til. Já. Hún verður aldrei gerð aftur. Nei, maður hefur náttúrulega séð nefnitt niðurstöðunar úr henni og það er merkilega sem kannski fólk veit ekki, það hægist á hjartslætti. Já, það gerist raunverulega mjög áþekkt og börn, eða þegar fólk og börn og fólk bara lendir í kulda, miklum kulda. Þá sparar líkaminn þannig blóðstreymi, þannig að blóðið streymir í heilan og til hjartans til að fá það virt. Þetta gerast á örskömmum tíma. Ef að aftur á móti barn lendir því að því svelgist á, þá hægist á hjartslætti og allt það, og börn geta ekki andað sér eða frá sér í ákveðin tíma, það getur verið 1-2 sekundur alveg upp í 14-15 sekundur og því lengri tími sem barn lendir í því að geta ekki andað að eða frá sér, því meiri líkur er að barni stressist upp og fara að hágráta og mjög ósáttu eftir. Og þetta er það sem við vitum að er til staðar, þessi barkalúkureflex. En ég held því fram, og hefur gert í langan tíma, að við aldrei viljandi að láta reyna á þennan reflex. Nei. Eins að hefur verið gert víða í Evrópu, meðal annars í Skandinavíu. Það er bara satt ódýk og síðan bara barnið slengt ofan í og það svelgist á og kemur upp og lærir on the hard way að draga sér andan á það fyrir kaff. En hérna þá annarkvort teljum við eða blásum og gefum þeim tíma. Já, við notum andlýsir reflexin. Það er reflex sem var alla tíð. Og þegar við förum út í storm þá drögum við okkur andan og höldum andan í okkur smá tíma. Það gerist líka ef við blásum framan í annarkvort börn eða fullorðna að draga börnina sér andan, halda í sér andan í smá tíma og þá notum við þann tíma til að setja börnin í kaf. En við teljum áður og það er talningi sem verður skilist. Þá er oft ef að foreldrar að vinna með börnunum sínum frá frumbensku, við segjum kannski frá 5-6 vikna aldrei þegar við erum að baða með þessa skýringu, þá komum við eftir 3-4 mánuða algjörlega skilist. 1, 2. Það er rosa krútlegt. Já, og þá er þetta bara að setja og þau haldan þessi andan. Og þá verður þetta auðvelt. Markmiði hjá mér er að börn fari ekki að gráta í sundi. En öllum börnum fylgir grátur. Já. Sérstaklega upp á skiptiborun eftir sundi. Já, en ekki ofan í lauginni. Það á að vera gaman þegar maður er að vinna með börnum, það á að vera gaman. En þú varst að spyrja hvað væri þá skilgreininga á sundi, börnarsundi. Þetta er semst aðlögun af vatni, þess að við getum bara verið að vinna með þetta materiál, að hafa börnin í vatni. Og eins og víða í Skandinavíu, í Evrópu, svo Fraklandi og Ítalíu og Spánu og annað, þá er raunverulega bara að leyfa börnunum að fljóta í hálftíma í vatni, syngja kannski 1 söng eða 2 og síðan börnin tikkin upp og ægilega gaman. Eins og þetta er fyrir börnin notalega. Ég aftur á móti, þegar ég fór að hugsa þetta á sínum tíma, fyrir ykkur 34-5 árum síðan, þá vildi ég nota vatni sem hreyfi umhverf, því að börn eiga erfitt með hreyfingu á gólfinu þegar þau eru nýfædd, en í vatni þá eru alls konar bæði reflexhreyfingar og virkar hreyfingar sem börnin eru að vinna með og eru alveg rosalega flottar
og ég vil einmitt nota þetta umhverfi til þess að vinna með það. Ég að vinna með jafnvægi, grunnur öllum hreyfiþroska í jafnvægi. Ég vil vinna með eftirtekt og athygli. Ég vil vinna með samhæfingu, augna og handa. Ég vil vinna með hljóðfall og söng og gleði og líklega það mikilvægasta tengslamyndum milli barns og foreldra. Já, þar ég algjörlega sammálaður. Tengslamyndin svo dýrmætt. Og það bara eftir því sem að rannsóknir hafa sýnt fram á það, þá þetta bara kjörin vettvangur til þess að vinna akkord með þetta. Því að eins og staðan í dag, þá ekki sem truflar, nema bara söngurinn og gleðin og vera gaman, það enga tölvur eða símar eða neitt þarna ofan. Öll athygli á barninu. Þessi tengslamyndun, hún á sér fyrst og fremst stað í gegnum snertingu. Ef við snertum ekki börn, þá vissna börn upp á degja. Sem snerting er lífsnauðsynleg. Við erum með augkontakt og við erum með röddina, tala til barna. Endalaust. Og best náttúrulega þessi snerting, þessi húð við húð. Já. Svo það spurningin. Ef að mæta einu sinni í viku eða oftar, hversu lengi á tíminn að vera, hitastigi á vatninu. Við erum heppin með það hér. Við höfum möguleika í flestum lögum að hafa mjög notalegt hitastig, þó hafa ungbarnakennari þurft aðeins að deila með það, og ég hef reyndið að vera að breiða það út úr Evrópu að hitastigi þarf minnst að vera 34 gráður. Ég hef talað við Finna, þeir eru að kenna ungbarnakennari í 29 gráður heitu vatni. Það var nú bara börnin orðin blá eftir smá stund. Já, eftir 20 mínútur voru orðin blá, enda voru bara æfingarna bara í 20-25 mínútur. Og það getur ekki verið gaman, sko. Ástæðan fyrir því að ég vil hafa vatnið 34 gráður að þó að líkamshittis í 37 gráður, þá húðhiti 34 gráður. Og barn sem í þessu umhverfi 34, helst 34 pluss aðeins, þá getur þessin að vera allan dag í sundinu og jafnvel eftir með að sofa í vatninu, sem oft gerst hjá mér. Börnum var bara loka augunum og kúraði í móðurarmi. Ég þekki það. En ef ég spyr aðeins áður við fyrir kannski svona í helstu kosti og ávinning ungbarnasunds, þá langar mig aðeins að grípa varðandi köfunina þegar við vorum að ræða hana. Já. Þú hefur nú mikið velt þessu fyrir þér og kynntir þetta allt varðandi köfun. Í sumum löndum, þar bara, þau eru allt öðru meði en við af Íslandi. Þau vilja ekki setja í kaf kannski fyrir í tíma 20, en við setjum kannski í kaf strax í öðrum tíma eða þriðja tíma. Af hverju heldur að þessi, eða svona hver ástæðan fyrir því að þessi lönd vilja ekki setja strax í kaf og hver ávinningurinn af því að setja fyrir í kaf? Já, sko, aðalmarkmiðið með ungbarnasundinu ekki köfun, en það nefndi ég það ekki í byrjun, en það er þó þannig að ef að fólki á að líða vel í vatni í sundlaug, þá þarf það helst vera þannig að fólk óhrætt að fara í kaf. Já. Þú sér það þegar þú ferð í sund og sér fólk synda alveg með fram bakkanum. Það vegna þess að það syndir kannski bara höfuð uppi og bringusund og vill ekki fara með höfuð í kaf og fljótt að grípa í bakkan ef hver truflun að nálgast. Og það bara mjög eðlilegt að fólk sem ekki vant þessu vassumhverfi að það vill alls ekki gera eitthvað við börnin sín sem það vill ekki láta henda sjálfsins. Ef þú vill ekki láta kaffara þig, þá mjög eðlilt að þú vil ekki kaffara barnið. En á Íslandi þá bara sundlauga menning, það mikil og sund menning að flestir 93% af Íslendingum, þetta reyndar svolítið gömur rannsókn, voru orðin syndir 12 ára gamlir. Ég get alveg trúið þessi ennþá þannig. Ég hugsa að þetta er reyndar rannsókn sem frá 1980 eitthvað.
En það náttúrulega fara allir í skólastund strax frá í 6 ára bekk. Já, og í 30 tíma árið að meðaltali, í 10 ár, þetta eru 300 tímar. Normin koma næst okkur í Skandinavíu, eða í Norðurlöndunum. Það eru líklega 10 tímar. Já, vá, hugsaði munin. Ég ólst upp í Svíþjóð og ég man eftir að við fórum kannski 2, 3 í sund, sko, í einhverjum svona hollum. Já, með skólunum. Með skólunum og þá eitthvað mjög lítið. Þannig að það er örugglega innan við 10 tímar. Já. Þannig að ég á mjög auðvelt með að mótýra foreldra. Sumir vilja ekki setja börnin sín í kafi í byrjun, og ég fengi þá spurningu, er hægt að vera í ungbarnasundi á þess að setja börnin í kafi? Ég segi, það er alveg hægt, það er ekkert mál. En það er reyndar í öll þau skipti, heyrðu, mér finnst að vera bara svolítið aðstæðanlegt, þú mátt setja barnið mitt í kafi, ég vil bara ekki gera það. Þá er þetta yfirlt ástæðan og það vil ekki gera eitthvað við barnið sem maður vil ekki láta að gera við sjálf sér, sko. En af hverju setjum við í kaff? Út af þessu, ef að barnið á að líða vel í vatni, það þarf það að þora því og líða vel meðan þeir með vatni, höfuð undir vatnsyfirborðinu og á að geta bjarga sér. En það, sem ég nefndi á hann, það er alveg hægt að vera og gera ýmsar aðra æfingar á þess að kaffæraböti. En svo finnum við líka ef að fólk heldur ekki áfram, einhverju koma bara kannski 1, 2, 3 námskeið ungbarnasundi, en fara svo ekkert aftur í sund eftir að barnið er kannski orðið 9 mánaða, þá náttúrulega svona pínu hverfur þetta, þannig að það þarf að halda þessu við. Algjörlega. Á örfáum mánuðum árum, þá er þetta er nákvæmlega sama og svo bara með að læra nýtt tungumál, sko. Að þú ert í ykkur 2, 3, 4 ár eitthvað staðar erlendis og svo flyttur til Íslands og notar ekki tungumálu sem varst að nota fyrsta árin, það verður bara ekkert eftir. Þetta er ykkur staðar langt í burtu en erfitt að ná í það, sko. Já. En það er líka bara svo gaman að því að eins og hjá mér þá fá eldri systkin að koma með í síðasta tíman og minnst alltaf gaman að sjá að yfirleitt eru þau börn svo örugg í vatni. Að því að þetta eru greinilega fjölskyldur sem er að koma reglulega í sund og þau sem koma í ungbarnasund, það er yfirleitt fólk sem kannski stundar sund og hefur þá verið með eldra barn í ungbarnasundi og hefur haldið því áfram og það er svo gaman að sjá hvað börnum líður vel í vatni þegar þau eru örugg. Já, svo sætti að ég heyrði fyrst að Amerikani talar alltaf sundfjölskylduna og ég held að byrju er það eitthvað svona, nei, þá eru bara allir sem eru að æfa eða vinna í sundi og líðu vel og sækja sundi, þau eru ekki endilega verið alltaf að keppa. Heldur bara sundfjölskyldan og það má eiginlega segja að Ísland sé bara ein stór sundfjölskylda, sko. Já, nákvæmlega. Það er laugar, það eru 162 laugar hérna á Íslandi sem eru almennislaugar og síðan fleiri kennslulaugar og þjálfunar og æfingalaugar, sko. Því lík forréttindi sem við búum við hérna, sko. Og heita vatni, sko, það er bara alveg yndislegt að okkur finnst það svo sjálfsagt, en það er sko heldur betur ekki sjálfsagt og eins og núna til dæmis í Þýskalandi, þetta er bara algjör krísa, bara laugin þarf að vera mjög köld, 32-33 gráður og það er ekki þetta, fólk er að missa laugarnar að það er svo dýrt að kynna það, sko. Hverjir myndið þú segja væru helstu svona heilsufarslegur ávinningar af ungbarnasundi? Fyrst og fremst vil ég nefna það að því það hefur verið talað um það svona, ég vil ekki segja gamaldags því að það er ekkert nýtt undir sólinni með börnum, ekki neitt. Það er yfir 8 milljarðar sem búa á jörðina og við höfum öll verið börn. Þannig að það er mjög gamaldags að eiga barn og nýtt. Þetta er bara mennst, þetta er bara lífið. En það sem hefur komið í ljós, sérstaklega á 8. áratugnum, það gerist ekkert að sjálfu sér með börnum, ekki neitt. Og fyrstu 2,5-3 árin eru líklega þau mikilvægastu í þróun barns. Og þróun hún byggist upp á
nokkrum þáttum, þroska, vexti, reynslu og námi. Og það voru verið að tala um að kornabörn og börn séu bara svo svampar, þau læri allt og það er akkurat það sem er. Ef við höfum örvandi, ögrandi en örugt umhverfi, þá eigum við að nota það alveg til fullnustu. Það er akkurat það sem sundlegin er. Ögrandi, örvandi og örug svo framalega það sem fylgst vel með börnunum og foreldrarnir náttúrulega bestir því. Ég sagði það að grunnur öllum hreyfiþroska er jafnvægið. Ég segi það að sko, jafnvægið byggist á 3 þáttum. Fyrst og fremst bogöngunum, innra eyranu, sjóninni og nemum með liðamótum. Og við getum notað lögina alveg rosalega vel í þetta, bæði að lyfta þeim upp og fara í hringi og kollnissað á dýnum og þannig að lefa um að standa. Það er alltaf spurningin býtur hvað er þetta með standa, er það eitthvað sund? Þeir sem er að halda út í ungbarnasundi koma annars vegar frá svona sund þjálfara teiminu, það sem er bara sund félag, það sem er þjálfarar og stöðla því að bjóða upp á ungbarnasund þannig að börnin fá að byrja að snemma svo haldi áfram og hugsanlega lendi á palli heimsmeistarmóti í langjum Ólympíuleikum. Það er svona þessu hugmynd sérstaklega til í Bandaríkjunum sko. En við hérna á Íslandi við höfum ekkert endilega tengt okkur við sundfélögin. Það hafa þó sundfélögin verið að bjóða upp á þetta. Markmið hjá mér er ekki að börnin sem fari í sund þau komum til með að afreka sem sundmenn seinna mér. Ég vil endilega að foreldrar hafa það samt í huga að við þurfum að búa til þannig umhverfi að börnin fái útrás fyrir hreyfiþörf sína. Alla ævi. Sérstaklega að fylgja þeim fram á úlingsstiga og þannig það getur verið í hvaða hreyfingu sem er, annarkvæmt boltagreinum eða einhverju öðru, það þarf að vera hreyfing. Svo fara aðrir í skákina eða eitthvað annað, tölvuna eða eitthvað, en það þarf að vera börnin þurfa að fá útrás hreyfiþörf sína. Þannig að mér finnst það svolítið mikilvægt að við erum að vinna með ákveðna þætti. Ég nefndi hljóðfall og söng, samhæfingu, eftirtekt og athygli. Þetta er bara grunnur að því sem koma skal. Þetta er svona vitsmunalegu þroski. Já, akkurat það. Það er það sem að tala um að vinna með þroska sko. Og svo náttúrulega líkamlegi þroskin heldur betur eins og þú sagðir áðan miklu auðvildar að hreyfa sig í vatni. Þeir sem að annars börn og þeir sem að er ungbarna eftirlit eða þess aftar, þau sjá alveg greinilega á börnum sem hafa fengið svona aktivitet. Það er ekkert alveg 100% að þurfa alltaf að vera tengt vatni. Það er hægt að vera með svona tummy time heima og það þyrfti að vera hjá öllum börnum ykkur hreyfing. Ég hef ekkert reynda svo mikla áhyggjur af börnum sem foreldrar fara með í ungbarnasund. Þetta eru aktífu foreldrar, vilja veg sína barna sem mestan og eru aktífir. 35% af þeim börnum sem fæðast á ári hverju fara í ungbarnasund. Og þetta eru eldgamla tölur, þannig að það gæti vel verið mun hærra. Já, þetta eru mjög gamla tölur. Já. Ég var ofta ætlað að taka þetta saman. Já. Það væri svolítið gaman. Við erum enga stund að því raunverulega. Við getum alveg séð hvað erum. Það er þó þannig að það er 65% hópur sem eftir. Hefur ágjör að þau fá ekki næga örfun? Já. Ég hef ágjör af þeim börnum. Sérstaklega vegna þess að það eru ennþá hugmyndir það að maður eigi ekki að vera að láta mikið með börnum. Hvernig þá? Já, vera með svona örvandi og ögrandi umhverf og lámbest. Það er sko ekki dunni með því að börn fara að ganga 12 mánuða sko.
þá þarf maður alltaf að hlaupa eftir þeim sko. En börn fara að ganga 8 til 18 mánuða, það svona eðl og flest börn fara að ganga 12-13 mánuða sko. En að hafa stefnuskrá sinni í uppbyldi að börn fara að ganga kannski 15-16 mánuða svo maður þurfi ekki að fara að hlaupa eftir þeim sko. Það er ekki. Börn þurfa fá útrás fyrir hreyfiþörf sína. Akkurat, lögin frábær staðir í það. Já, og auðvitað er það alveg deginum ljósar að þau börn sem hafa farið gift með svona þjálfum, þau eru aktífari og virkari. Þær rannsóknir sem eru til ungbarnasund, það Hermundur hefur gert. Já, við hefum gert 2 rannsóknir. Með þér, já. Og það er raunlega einu rannsóknir sem eru svolítið, hafa verið birtar í rithöfundum blöðum, bæði í Frontis og í Child. Og það sýndu fram að það að börn sem hafa fengið þjálfun í vatni minnst í 3 mánuði sýndu markvissa niðurstöður hvað var að jafnvægi og samhæfingu þau voru 4 ára. Já. Og þetta er svolítið svona skrítin æfing rannsókn því að það voru raunverulega lötustu innan gæsalpa foreldrarnir sem fengi að vera með í þessari rannsókn að henda alveg fullt af börnum út að því að foreldrarnir þegar voru búin í ungbarnasundi þá fóru kannski með það í fimleika eða dans eða eitthvað aktív. Nei, það mátti ekki. Það mátti bara að fara í ungbarnasund og ekkert gert svona skipulegt. Var þetta þá spurningalistar afturvirst? Til 4 ára. Já. Ég var með öll nöfnin og það var bara aðdópir, ok, og svo bara hringti alla. Nei, ég var fjórum balli, já, ok. Heyrðu, takk fyrir spjallin. Ok. Þannig að bara þeir sem fór í ungbarnasund og svo ekkert sérstök örfun til 4 ára. Ja. Ok. Og það er greinilega algengt. Nei, það voru 19 börn. 19 nú, ok. Það er enda gott. 200 og ég man ekki hvort á 240 og 260 börnum sko. En það er nú gott að heyra. Þá vitum við að fólk er að örfa börnin sín. Alveg tímarlust. Já. Og margt sem það er raunverulega ekki kannski margt sem er í boði til 4 ára aldur sko. Nei, íþróttaskóli og kríla fimmleikar. Já, alls konar svoleiðis. Og þetta kostar bæði tíma og peninga. Þannig að því miður þá held ég að það aftur í foreldrum að halda áfram með börnunum sínum sko. Það er verið að gefa svona afslátt frá börnum sem er frá 6 ára aldri á íþróttafélögum innan sveitafélagana. Já, svona niðurgreiðslu. Já. En það var til mis áður en Grindavík lenti í sinni krísu sko, þá var þetta bara lítið núna. Já, ok. Er þetta hvetja öll sveitafélög til að hafa þetta alveg frá fæðingu? Alveg híklust. Þá myndu fá fleiri inn í svona aktivitet. Og það þyrfti ekkert endilega verið tengt vatni. Bara að börni fái örfun. Og líka þá kannski halda þau lengur áfram. Já. Þegar margir kannski koma bara eitt námskeið og get ekki halda áfram af, eins og þú segir, fjárhagslega ástæðum. Þá er ég að vonast til að þau farið þá áfram með börnin í sund. En eins og með tilfinningalegan þroska, við erum búin að tala um líkamlegan og vitsmunalegan, hvað gagn heldur ungbörnum sem geti gert þar? Það er náttúrulega þessi snerting og þessi tengslamyndun, en hvernig hefur hún áhrif á þroskan og heilsu barnsins, myndirðu telja? Sko, ef að illa tekst til í sambandi við tengslamyndun, þá bitnar það á börnum seinna mér, bara sem jafnvel úlingum og fullorðnu fólki. Þeim gengur erfiðara með að vinna í hópum, vinna saman með öðru fólki. Ég segi svona þessu einsetu kallar hérna í gamla daga, það voru hugsanlega einstaklingar sem fengu ekki nógu miklu tengslamyndun í frumbyggð. Félagslindi að vera saman og vera börn á þessum aldri eru ekki að leika saman, en þeim líður eins og Kolvin Trevetins
hefur gert rannsóknir á þessu og hann segir þeim líður svo vel að vera innan önnur börn þó þau sé ekki að leika saman þá eru það að horfa á já ok kannski sitjandi spegla sig já, 7 mánaða, 8 mánaða þeim líður vel innan sína jafnaldra og ég tala ekki eða það er aðeins eldri börn þá er það bara eins og ykkur englar sem fljúga þarna og þau eru alveg bara vá, þegar ég verð stór þá ætla ég að leipa svona Þetta er skemmtilegt og þetta er bara mér fyrir alltaf fundist sko nú er ég búin að kenna bráðum í 18 ár mér hefur aldrei fundist ég var að fara í vinnuna þetta er svo dásamleg stund og þú tengir örugglega við þetta er það ekki? Jú ég man eftir svo flottu dæmi, það var eitt pappinn sem var ægilega duglegur, hann fekk alltaf frí í vinninni hann var í Úlfarsund það er þetta nokkur ár síðan það var leiðinda veður, það var kuldi, það var snjór og blástur og hann var að vinna úti í smíðavinnu smiður svo kom hann núni einu sinni horfði síðan á mig og sagði svakalegst er góður í innivinnu og hérna þessum hitta og svo ertu að syngja og leika við börnin og foreldrana þetta er náttúrulega alveg geggjuð vinna sem þú veist í og ég var bara sammála á En gætirðu lýst bara ganni að því að sko örugglega margir sem að hlusta hafa einhver tíman séð ungbarnasund og vita hvað þetta er en ef það er einhverju sem er að hlusta og vita bara ekkert hvað ungbarnasund er hvernig myndirðu lýsa svona ungbarnasund tíma eða kennslu bara svona dæmigerðum við erum náttúrulega mismunandi en bara eins og þú byggir hann upp Já, sko auðvitað hefur ungbarnasundi hjá mig þróast og þroskast og það sem ég var að vinna með í byrjun almáttur, ég vildi ég hefði þá reynslu og þekkingu sem ég hef í dag með að ganga að börnum og foreldrum og byggja upp tíman ég reynir reyndar að keyra tímanum mjög áþekka búa til ákveðna rútínu þar sem börn kannast við og læra að þekka og vita hvað að gera eru sátt byggist upp með mjög mörgum þáttum alveg yfir 50 þáttum sem erum að vinna með sko hverju tíma ég hef í gegnum árin þessi 34 ár látið börnum koma 2 viku og hver tími hefur verið klukkutími sem eru bara með þetta einu sinni viku í tlumis í Skandinavíu þá er þetta bara einu sinni viku bara hálftími senn Já, ég held að mitt bara við öll hinn sem erum að kenna í Íslandi séum bara einu sinni viku Já Ég heldur þú sérst Já ég byrja bara að heilsa öllum lefiði maður bara ég reyna að tengja spötnunum og hafa þetta 2 viku er ákveðin svona gæði upp á endurheimt að barnið það átt að segja komin hinga aftur tala ekki að þau hefur mist úr tíma ef það verður veikt í eina viku eða í tíman sem átt að vera þá líður svolítið langt á milli sko, 2 vikur á milli tíma sko ég hef svona uppbytun megin kambla spjall síðan aftur í aktivitet aftur spjall og síðan niðurlag þar sem börnin fá aðeins frjálsan tíma og með foreldrum sínum börn á þessum aldri til 2 ára eru alveg rosalega ólík og þarfir misjafnlegar. Það er ekkert mál að vinna með börn til 7-8 mánaða en þegar börn eru búin að ná þeim aldri tala ekki þegar nálgast 10-11 mánaða aldurinn þá veit það nákvæmlega hvað vil ekki gera og það er ekkert haltu kjafti hlýtt og vertu góður við þurfum bara að finna það verkefni sem við vilja vinna með breyta þess til og bara heið bara komdu með enga leið mann að vinna með þetta finna bara nýjar áskoranir og síðan bara tíminn búinn allir þreyttir
og sáttir. Já. En þú talar að þú vildir engan grátur í lauginni. Hvernig tryggir það? Þetta. Það ekki að ég svo þreyttur og ég svo svongur, grátur, þá vil ég ekki fá rauðan mínus. Og ef að foreldrar gera mistök, eða þannig ekki með að kenna hann gera mistök, og þeim svelgist á, það var ekki gaman. Það var bara eðlilegt að börnin bregðist rétt við, þau bara gráta, ósátt. Það var bara einn stoppleikur. Það er bara fyrirgefið 14 sinnum, jafnvel 15 sinnum. Og ég fór til Sardiníu, það var 2019, háskólanum þar, fyrirlestu, það var aðalega ljósmæður, sjúkraþjálfarar, ykkur fæðingalæknar, og ég var með ægilega stóra, ég var með fyrirlestur í 1,5 tíma, svo átti ég að kenna í 3 tíma, og ég var með þessar yfirlýsingar. Það er eitt sem bara bannað, það er að gráta í lauginni. Fólki bregður svolítið þegar heyrir þetta. Og það bara, já, ok, börnin, þau voru 36, ég sagði, ég vildi fá svona 3 tímar, klukkutímar, vatnið var bara að hita upp í 34 gráður, 12 börn í hverjum hópi. Það var þetta síðasta, ég kendi 1 tíma og síðan síðasta og síðan 2 tímar. Þetta stóðst. Og ég setti 90% af þessum börnum í kaf í fyrsta tíma. Hvað aldrei voru þessi börn? Þau voru svona frá 3,5 mánaða til 11 mánaða. Og var ekki mikið ungbarnasund þarna? Var þetta allt nýtt? Það hefði aldrei farið í vatnað. Aldrei, þú meinar. Áhugavert. Þetta voru Ítali sem komu hérna, þeir voru reynda sjúkraþjálfarar og voru hjá mér í viku og annað og vildu fá mig þarna í háskólanum hérna. Allt í lagi. Hermundur Sigmundsson var líka þarna. Við höfum svolítið unnið saman farið með fyrirlestra. Hversu mikilvæg finnst þér þáttaka foreldrana að vera? Finnst þér ekki líka þurfa svolítið að kenna foreldranum og valdefla foreldrana þannig að þau geti haldið áfram að fara með börnin? Alveg híklust og hérna sko það er alls konar þegar er í gangi sko, það er alveg hérna víða er þannig að kennari snertir aldrei barn. Já, einmitt. Það er bara með dúku og með sýnikennslu og fórðan ger bara alveg eins og hérna, allt er leið með það. Og þegar ég verið að sýna vídeo hvernig ég tek börnin að fórðurum og er að vinna með þau bæði að standa og það sem ég kalla höfrungagaf og alls konar skemmtilegheit, fjöður og gaman. Og ég lendi eins og því út í Svíþjóð að hérna, ég var búin með fyrirlestur sem var hátismatur og okkur var svona drift hérna matsalinn og þá komið til mig hérna hópur frá Svíþjóð og fyrirstandarinn eða fyrirlesarinn eða sem stóð fyrir þessu, já. Fyrir einu félaginu þarna, hann spurði máttu taka börnina af fóreldrunum? Ég fór að hugsa byrju hver þetta banna með það barnaverndarnefnd ég skil nú alveg þokkalega sænsku og ég spyrir byrju hvað meinur, hver þetta banna með það? Foreldrarnir. Já. Og ég horfði á manninn og hugsaði, já, meinar, ég hafði bara aldrei pælt. Ég sagði bara alveg svo ég bara tek í börnin og rífðu úr arminn foreldrarna og fyrir að vinna með þau. Við myndum aldrei fá að gera þetta hér í Svíþjóð. Foreldrarna, og myndum bara segja nei. Já, þau myndum bara segja nei. Ég hugsaði, nú er íslenski foreldrar svona kærulaus. Já. Ég hef nú alltaf spurt bara svona, má ég? Og það hef aldrei neitt sagt nei. Aldrei. Ég er löngu hættur að spyrja. En nú er ég farin að spyrja börnin og mér finnst það svo krúttlegt. Ég geng alltaf hringinn í upphafi tímans, spjalla við hvert barn og spyr hvort þau vilja koma og náttúrulega í byrjandahópunum er það ekkit endilega farin að sína neitt tilbreyði til að þá rétta foreldrunum er. En í framhaldshópunum, það er svo skemmtilegt. Leiðan 8-9 mánuða þá vita. Þá stundur snúa þessu við og bara nepp. Já.
alveg þetta svo krútlegt, en svo þegar þau verða aðeins eldri, þá aftur, þá stökka þau til mín og vilja helst bara vera hjá mér allan tíman, því ég og dótið og það svo skemmtilegt. Já, tengslan myndir hún á sig líka stað við kennaran og það það sem gefur kennaranum alveg rosalega flott feedback. Akkurat. Það besta hrós sem maður fær þegar einhver segir, hann nú yfirleitt rosa mannafæla, en hann bara hefur ekki augun á þér, já, og það svo skemmtilegt. Alveg dásamlegt. En að þetta hlaðvarp snýst svolítið heilsu og erum aðeins búin að tala svona hvað áhrif þetta getur haft á heilsu barna og hreyfiþroskan og vitsmunaþroskan og tilfinningaþroskan og allt þetta. En varðandi svona langtíma ávinning sem ekki endilega búið að rannsaka, það alltaf búið að gera þessa rannsókn með að þetta áhrif á jafnvægið og við vitum með tengslamyndina. Eitthvað annað sem þú ímyndar þér að ungbarnasund geti haft áhrif á framtíðar, heilsufarslegan langtíma ávinning? Sko ekki nema þá ef foreldrar halda áfram semst að það búa mótífur á foreldrarna, halda áfram að fara með því í sund og þeir komi og tengist þessari sund fjölskyldu sterku böndum, þá þetta bara en ég held að sé ekkert eitthvað sem maður getur bara bent á. Það væri nú alveg þetta að bara fara með bara í sér félagslið og í tannum landslið og bara spurningarlisti eitthvað sem hefur verið ungbarnasundi. Já, einmitt. Það er margt að gera. Ég hef alveg fengið svo leys bara. Já. Ég var hjá þér í ungbarnasundi. Skemmtilegt. Ég segi bara já, það sést bara á þér. Einmitt. En það nefnilega ef að nemendum í íþróttafræði vantar hugmyndir að rannsóknarverkefnum, það svo margt hægt að gera með alls konar svona. Já, en foreldrar hafa, foreldrar eru lykilatriði. Þau eru alveg lykilatriði upp á velferð barnsins í framtíðinni. Bara hvað þau eru, bara sem foreldrar og vera bara sína hvað það á að gera, beina þeim í rétta átt, í sambandi með mataræði, hreyfingu og allt þetta. Vera fyrirmyndir. Bara foreldrar skipta öllu máli. Akkurat. Ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Hvernig skilgreinir þú heilsu? Já. Sko, ég hef stundum pælt í þessu. Hvað er að líða vel? Sko, ég held að við séum að fara svolítið yfir strikið á báða bóga í sambandi við vellíðan, líkamlega og andlega. Það er verið að mæla með því að fólk þurfa að hreyfa sig hverjum einasta degi en ekkert í svo langan tíma. Við erum bara að tala kannski hálftíma, 25-35 mínútur og ekkert að djöfla svo mikið endilega, bara gangur og vera út í náttúrunni, tengslinn það tengjast náttúrunni aftur og vera helst á óspjallegu svæði heilsa, andleg heilsa, hún er svolítið mikið lykilatriði en líkamleg heilsa, við erum að fara, við nennum ekki að hreyfa okkur eða við erum í alveg rosalega ekstrím hreyfingu. Fyrst þið manta millivegin hann? Já. 10% af þeim sem byrja að æfa, getur nefnt fimleika eða fótbolta eða handbolta, þau halda áfram upp fyrir úlingsárin. 90% eftir út. Við þurfum að vinna með þann hóp. Sammála. Og bara benda á réttu leiðina, þetta þarf ekki að vera svo mikið. Þurfum að fá út á sig hreyfiþörf okkar. Stór hópur af opaslega öflugu fólki sem er að gera rosalega öfluga hluti. Þeir vita það. Milli 40 og 50 þá þurfum að fara í mjaðmar eða nýja aðgerðir af því þeir eru búin að djöfla sem ekki út
að þið voru svo heilsusamlega. En er það þá að vera heilsunamlegur? Ég að setja mjög stór spurningamerki við það sko. Einmitt. Og líka það að við sem íþróttafræðingar að við sem að hampa þessu fólki og segja þetta hvað þetta er slag flott. Ég sé endilega gera það sem ykkur langar til, en við skulum ekki vera að segja að þetta sé það rétta sko. Mannskjarnan er svo misjöfn. Ég er að líka að tala þessar ekstrím fjallgöngur og löngu hlaup og sko 200-300 kílómetra, veist, að vita allir þetta er ekki gott. Er það heilsa? Ekki í mínum huga. Ég veit ekki hvort að svara ykkur, en þegar ég er komin á minn aldur þá sko, ég er búin að umgangast flottasta fólk á Íslandi sko, í sambandi við íþróttir og afrek, og það tekur bara sárt að sjá að það líður ekkert vel á efri árum að þið voru yfirgera sig á yngri árum. Já, einmitt. Þetta er mjög góð punktur og ég er alveg 100% sammála þess. Það þarf að finna einhvern milliveg. Já, en það þarf að vera hreyfing. Þarf að vera, við þurfum að setja okkur markmið, við þurfum að vera áfram að prófa nýtt og gera og láta huga reika og vera með. Við þurfum félagskap, hann er rosalega mikilvægur að við tengjumst öðrum fólki, þannig þegar barnabörn koma og þess áttan sko, að vera virk þar, vera hvetjandi, hjálpa okkur nánustu. Hvernig var að verða afi? Það er bara before and after. Það er bara svo lýs. Það er bara þannig? Já. Það er sannlegt. En hvernig hugsar þú þína heilsu? Já, það ger allir eitthvað vel, sko. Já, sko, ég segi alltaf að þessi 3-4 tíma sem ég hef verið að djöflast í sundi hafi bara verið, ég hef verið mjög þreyttur ég komið heim úr vinnunni. Þú ert alla daga nema sunnudaga eða eitthvað? Ég var þannig fram á áramótum. Alveg rétt. En það breyttist heldur betur áramótin. Lögin sem ég er búin að vera í 33 ár, henni var bara lokað. Og þá var ég búin að vinna 6 daga vikunar 3-4 tíma dag yfir 30 ár og þessi var skipt svolítið undan mér. Ég var í algjöru mínust í janúar. Í febrúar var mér boðin aðstæða þar sem bara fekk ekki eins marga tíma og ég get alveg sagt þetta að það er algjörlega ljóst að það er líf eftir svona mikið buð. Já. Ég var bara reyna alltaf að uppfylla þarfir foreldra, langan biðlist alltaf og bara til þess að reyna að tækla hann, vann alla frídaga, svo framalega sem frídagarnir voru ekki á sunnundi, annan í páskum, skírdag og föstudag langa og alltaf, tók aldrei frí á þessum dögum, 17. júni. Þegar maður konið þennan aldur og getur kannski hugsað að leyft sér að anda með nefnu, þannig að þegar maður þingaði til þess, þá líðum bara miklu betur. Yeah. Ég er að fara að gera hluti á miðjum degi sem ég hafi ekki dreymt að væri möguleiki. Bara mótni sem í morgun, þá labbaði ég 1,5 tíma bara grundir og hlíðar sko. Labbaði Gálgahraunið og fann egg og heyrði í fuglánum og vorunu og bara sumrunu og bara tengdist bara, veist. Ég fór reyndar mánuði síðan í góðan hjólreiðatúrun, það fór ekki vel. Nei, ég sá það á Facebook. Já. En það er á spítala? Nei, viku. En þá festist hambresa hjá mér. Svona glussa hambresa. Hún festist og ég flaug. Braut 6 yfirbein og það þurfti að gera við milta á mér. Sí. En ég er að vinna upp því núna. Já.
Mataræði skiptir alveg geysilega miklu máli í heilsu. Og ég á konu sem hugsa mjög vel um það. Heppin þú. Það sem ekki til, það verður ekki borðað. En finnst þér þú hafa þá kannski bara verið pínu fastir á, eins og það er ofta að tala um svona einhver samlíkingu, vera fastur á einhverju hamstrahjóli og maður fer ekki af því fyrir en mann er bara ítt út af brautinni. Já, það er bara akkurat þannig sem ég líði núna. Núna er ég að koma nálgast júní og hérna, já, það er bara, þetta er alveg rosalega breyting á mínu lífi. Já, þannig þú ert bara þakklátur. Já, ég er bara ennþá meiri tíma þá fyrir barnabörnin og börnin og bara konuna og lífið. Og heilsuna. Já, sjálfa mig. Yndislegt. Æ, hvað þetta er dásamlegt. Er eitthvað sem þið langar að segja að lokum? Eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir verðandi ungbarnasund eða verðandi heilsu eða heilsu barna? Nei, sko, það er eitt sem að fylgir okkur öllum. Við horfum á börnun okkar og við horfum á nágrann okkar og allt einu bara gerast þess og hendi sér veifað að það er eitthvað barni sem springur út og er að gera alveg rosalega flotta hluti. Bara, hann var bara hérna í götunni, svo er hann bara orðinn snillingur í, það getur verið tónlist eða myndlist eða íþróttum eða hverju sem er, allt er bara blómstrar og það vita allir að því, bara þekki, vitið hver þetta er? Nei, hann býr í Kópavoginum eins og ég eða snillingur, bara snillingur og Guðs náð. Ég segi, eins og ég sagði á hann, það gerist ekkert að sjálfu sér. Og Eriksson gerir rannsókn á þessu, sænskur sálfræðingur, Anders Eriksson, og hann kom með 10.000 tíma. Það gerist ekkert að sjálfu sér. Ef þú ætlar að skara fram úr í ykkur, þú getur tekið bílana, þú getur tekið alltaf þessa bestu í sínu fæi, það sem að þarf að spreita sig virkilega, sko, þá líka baki 10.000 tímar. Einmitt, já, maður hefur heyrt þetta. Já. Og ef þú ert að vinna 8-4 í 1 ár, þá eru 2.000 tímar. Já, einmitt, þannig að þú ert að vinna í 5 ár. Já, og yfirleitt er að fólk að gera þetta til hliða við nám eða vinnu eða eitthvað. Þú varst eiginlega bara að taka 10 ár í þetta. Já. Það er bara 4 tímar þetta, ekki 8. Það er hægt að bæta sig mikið, það er hægt að vinna að því. En ef þú ætlar að skara fram úr, það bara kostar þetta. En við kannski endum bara á því að taka saman heilsufarslega ávinningu bara svona örstutt. Hvað er svona gott við að fara í ungbarnasund? Seinna árin er þetta tengslamyndun. Samhæfingin, jafnvægið, gleðin hjá börnunum. Að þegar maður sér þegar börn kom inn og þegar andlitið ljómar, jafnvel áður að koma að lauginu, þau vita hvert þeir að fara, að ná að sína bara sundutin. Þetta er númer 1 og 3. Og ekki að ok, farið bara 1 námskeið eða 2 eða hvað, ekki að hætta síðan, heldur haldið áfram. Það er nóg að laugum það sem þetta er að halda áfram. Æðislegt, þannig að allir í ungbarnasund. Það er forréttið hérna á Íslandi. Þetta eru forréttið. Og allir þessar útlendingar sem er búin að vera með, það bara skilja þetta ekki. Yndislegt. En mér finnst líka mjög mikið núna af aðfluttum Íslendingum. Mjög mikið, mér finnst það æðislegt. Já, þeir eru búin að fatta þetta. Já. Og það er eina að kenna ungbarnasund á pólsku núna. Nú er það. Já, í Suðurbæjarlaug helgar. Frábært. Já, mér finnst það æðislegt, hún er einhverjur að hlusta þá. Og svo er náttúrulega bara ungbarnasund, heimasíðan er alveg skelfileg, ungbarnasund.is, en það er hægt að finna á Facebook, ungbarnasund á Íslandi, og svo er náttúrulega, ert þú með ungbarnasundsnorra.is, eða ekki? Jú.
og Ungbarnasund Snorra á Facebook og allt. Já. En ég hef minkað heilmikið. Þetta svolítið, það er eina sem hrjáir mig svolítið. Ég næði ekki að sinna það. Já, en þá leitaði bara annað. Það eru margir aðri góðir kennarar að taka við af þér. Alveg bara. Þú ert búin að ryðja brautina hérna fyrir okkur hinn. Já, yndislegt. Gera Ungbarnasund bara svona ámissandi næstu því. Já, fyrir stóran hóp. Yndislegt. Takk Snorri fyrir að gefa þér tíma fyrir að koma hinga. Já, og munið að börnin ykkar er í ykkar höndum. Þið erum í lífið í lúkunum. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.